Heilsa ykkur í Jesú nafni. Í dag og næstu hvíldardaga mun ég fara yfir Daníelsbók með ykkur. Þannig að í dag þá förum við fyrsta kaflan sem fjallar útlegðina í Babylon. Landvinningur Babylóníumanna í Júda átti sér stað í nokkrum áföngum, aðallega milli áranna 605 til 586 fyrir Krist. Og þetta náði hámarki með eyðileggingu Jerúsalem og fyrsta musterisins árið 586 fyrir Krist. Og þetta leiddi til útlegðar margra Júdamanna til Babylon sem markaði mikilvægt tímabil í sögu gyðinga sem kallaði herleiðing Babylónar. Margir voru fluttir með valdi til Babylónar en aðrir urðu eftir í Júda. Íbúafjöldi Júda minnkaði verulega við brottflutninginn og vegna aftaka og eyðileggingar borgarinnar. Og Daníel, hann var einn af þeim sem var leiddur í útlegð og fyrsti kaflinn hefst á að segja frá því. Í Daníel 1:1 lesum við að á 3. ríkisári Jóakims konungs í Júda kom Nebúkadnesar konungur í Babylon til Jerúsalem og settist hana. Og Jerúsalem var lögð í rúst, Ísrael lagt í rúst og fólki leitt í ánauð til Babylon. Og hvernig stendur á því? Hvers vegna leyfir Guð þessu að ganga yfir líð Guðs? Og við finnum svarið í Biblíunni. Og það lesum við að loforðin til Ísraelsmanna varðandi landið var ekki skilyrðislaust, heldur háð hlýðni fólksins við lögmál Guðs. Móse orðaði það svona í 5. Mósebók 28. kafla, þar sem hann segir að ef þú gætir þess eigi að halda öll fyrirmæli þessa lögmáls þegar ég ritið þau í þessari bók með því að óttast þetta dýrlega og hræðilega nafn drottinn Guð þinn, þá mun drottinn slá þig og niðja þína með feikna pláum og eins og drottinn áður fyrri hafði yndi af því að gjöra vel við yður og margfalda yður, eins mun drottinn hafa yndi af að tortíma yður og gjör eyða. Þetta eru rosalega orð. Og þér muni verða reknir burt úr því landi ef þér haldið nú inni til þess að taka það til eignar. Og drottinn, það er drottinn sem framkvæmir þetta, drottinn mun dreifa þér meðal þjóðana frá einu heimskauti til annars. Og þar mun þú þjóna öðrum guðum sem hvorki þú né feður þínir hafa þekkt, stokkum og steinum. Og strax á tímum dómarana, við þekkjum dómarabækurnar í Biblíunni, þá fóru hlutirnir úrskeiðis. Fólki tilbað skurðgoð og tryggði allskyns hræðilegar syndir. Eftir stutt velgengni á valdatíma Davíðs og Salómons versnaði ástandið aftur undir konungum Ísraels og Júda. Konungabækurnar þar hafa ekkert jákvætt að segja Ísraelsríki. Árið 722 fyrir Krist var Samaría lögð undir vald Assyringa og 10 ættkvíslir týndust. 2 ættkvíslir Júda voru eftir og höfðu góða konunga eins og Jósafat, Hiskía og Jósía. En meiri hluti fólksins syngaði illa gegn drottni og nágrönnum sínum, þrátt fyrir stöðugar áminningar spámanna. Guð refsaði þeim og tilgangurinn með því að refsa þeim var að snúa þeim tilbaka til trúar. En þeir héldu fast við sínar eigin leiðir. Loksins eftir svo mörg ár af viðvörunum lét Guð yfir Júdamenn þann dómganga sem Móse hafði talað Fólki var sent í útlegð til Babylon vegna syndar þeirra. Jesaja skráir það í kafla 39, vers 6 og 7. Sjá þeir dagar munu koma að allt sem í höll þinni og það sem feður þínir hafa saman dregið, allt til þessa dags, mun flutt verða til Babylon. Ekkert skal eftirverða, segir drottinn. Og nokkrir af sonum þínum sem af þér munu koma og þér munu geta, munu teknir verða og gjörðir að hirðsveinum í höll konungsins í Babylon. Og síðan það í Daníel sem við sjáum þetta verða að veruleika. Það á leið sinni í útlegð til Babylon sem þeir sungu sálm 137.
Við Babylons fljót sátum við og grétum, við myndumst Síónar. Á pílviðana þar hengdum við upp gígjur vorar, því að þar heimtuðu verðir vorir söngljóð og kúarar vorir kæti. Syngið á Síónarljóð. Hvernig gætu við sungið drottins ljóð í framandi landi? En hvers vegna grétu þeir? Grétu þeir vegna eigin syndar eða vegna hegningarinnar? Var það sönn iðrun eða aðeins hryggð yfir refsingunni? Við þurfum að vera tilbúin til að iðra synda okkar og sætta okkur við afleiðingarnar af þeim. Páll segir okkur í 1. Korinthubréfi 10:11 að allt þetta kom yfir þá sem fyrirboði og það ritað til viðvörunar oss sem endir aldanna komin yfir. Hér hann að vísa til Ísraelsmanna, reynslu þeirra á að vera lærdómur fyrir okkur. En hvers konar bók Daniels bók? Við finnum þar bæði sögur og spádóma sem undirbúa okkur fyrir loka atburði þessa heims. Spádómarnir gefa yfirlit yfir þessa atburði og segja okkur frá stórkostlegum atburðum sem munu eiga sér stað, ekki síst við komu Jesú Krists. Sögurnar segja okkur í raun hvernig það gerist, en spádómarnir þeir segja okkur jafnvel hvenar þetta gerist. Fyrsti kaflinn, hann settur upp með ákveðnum rithætti sem sést víða í Biblíunni, sem eins konar píramíta uppbygging sem kallast á ensku kæjasum. Þannig sjáum við að kaflinn hefst á því að Babylon nær yfirráðum yfir Ísrael, en kaflinn endar á því að Daniel sannar yfirburði yfir Babylon. Næst það að ungir menn látnir þola heiðna þjálfun, en það næst síðasta í kaflanum að þeir sigrast á þessari þjálfun. Og aðalatriði kaflans í miðjunni. Það að Daniel leitast við að vera Guði trúr og hann árangursríkur í þeirri viðleitni. Þessi uppbygging, hún finnst víða í Biblíunni. Jafnvel þegar við skoðum heila bók í heild sinni, getum við séð þessa uppbyggingu. Og einnig aðra bækur eins og Åpenbarnarbókin sem öll skrifuð með þessum hætti. Þetta einnig mjög algengt í sálmunum, eins og við sjáum sérstaklega eins og í sálmi 8, ef við skoðum sálm 8, þá kemur þessi uppbygging mjög klárlega í ljós. En vindum okkur í bókina. Þemað í fyrsta kafla Daniels bókar Guð sem snýr ósigri í sigur. Í fyrstu virðist sem Guð Ísraels hafi boðið ósigur, en þannig hafa Babylóníumenn sjálfsagt litið á það. Sjáðu hér í Daniel 1 og 2. Á 3. ríkisári Jójakims konungs í Júda kom Nebúkadnesar konungur í Babylon til Jerúsalem og settist hana. Og þarna hefur Nebúkadnesar annars vegar og Jójakim hins vegar, tvær borgir, Babylon sem táknar uppreist gegn Guði og Jerúsalem borg friðarins sem táknar fólk Guðs. Það virðist sem illskan sigri og sannleikurinn tapi og þessi uppreisna gjarni illvegi máttur sigri fólk Guðs. En taktu eftir hérna í versi 2. Og drottinn gaf Jójakim konung á vald hans. Það var drottinn sem gerði þetta. Hann kom þessu til leiðar. Þannig að illskan kann að hafa tímabundin sigur. Og eins það í þínu lífi, illskan kann að sigra, en Guð samt hann fullkomlega við stjórnvölin. Hann fullvalda í þínu lífi, þó að líti kannski ekki alltaf þannig út. Getur komið tímabundið bakslag. Það geta komið veikindi og þjáning og vandamál, en Guð hefur enn stjórnina. Hann sá sem mun leiðrétta allt. Kaflinn byrjar á ósigri Guðs en endar með miklum sigri hans. Guð veit hvernig á að snúa ósigri í sigur og færa gleði úr sorg. Guð veit hvernig á að annast okkur á erfiðum tímum.
Og þannig sjáum við það hér að jafnvel þegar Ísrael er sigrað og fer í útlegð, hefur Guð enn áætlun og tilgang með þessu öllu saman. Og sjáðu hvað segir hér, textanum: og drottinn gaf Jóakim Júdakonung á vald hans og nokkuð af áhöldum Guðs hús. Og þannig rænir Nebúkadnesar áhöldunum úr helgidómnum, hlutunum sem voru hluti af guðþjónustunni í helgidómi Guðs. Hann fer með þá aftur til Babylon, setur þá í musteri Marduk, aðal Guðsins, eða eins og segir hann í restina: og hann flutti þau til Sínearlands í musteri Guðs síns. Og við munum sjá í öðrum kafla hvers vegna þetta er mikilvægt. Og í 3. og 4. vers segir: og konungur bauð Aspenasi hirðstjóra að velja meðal Ísraelsmanna bæði af konungsættinni og af höfðingjunum sveina nokkra, engin líkamslíti hefðu og væri fríðir sínum, vel að sér í hvers konar vísindum, fróður og vel vitibornir og hæfir til að þjóna í konungsællinni og kenna þeim bókmenntir og tungu Kaldea. Nú það tíðkaðist oft á þessum tíma að slíkir ungir menn sem teknir voru með þessum hætti, að þeir voru geldir. Og þannig gæti Daniel einnig hafa verið geldur á þessum tíma. Og það er vísbending það eins og það að hann var aldrei giftur og eignaðist engin börn. Þetta eru ungir menn með mikið líkamlegt þol og þeir eru myndarlegir, geddir visku og hafa hæfileika til að læra. Svo hvað er áætlun Nebúkadnesar með þessa drengi? Hans áætlun er að taka þá skörpustu og bestu frá Ísrael og frá Jerúsalem og það á að heila þá. Fylla þá að heimspeki, hugmyndafræði og trúarbrögðum Babylon og síðan senda þá aftur til Jerúsalem til að tilbiðja og búa þar og hafa áhrif þar. Þannig áttu þeir að vera strengjabrúður konungs Babylónar, Nebúkadnesars, snúa aftur og hafa áhrif á Ísraelsmenn svo að þeir færu að tilbiðja þessa fölsku guði. Og þetta er aðferð sem hefur verið notuð gegnum aldirnar og er jafnvel enn notuð enn þá dag í dag. Í versi 5 segir: og konungur ákvað þeim daglegan skammt frá konungsborði og að víni því hann sjálfur drakk og bauð að uppala þá í 3 ár og að þeim liðnum skyldu þeir þjóna frammi fyrir konunginu. Og þannig let hann þá fara í gegnum skóla í Babylon í 3 ár. Og þegar þeir voru leiddir inn í Babylonu í veldi í gegnum hinn frægu Ístar hlið, eins og það heita. Og Babylon var þessi stórkostlega borg á einn Efrates renni gegnum hana. Og veggir Babylon voru svo háir og 2 vagnar gátu ekið hlið á veggjunum sjálfum. Auk þess hafði Babylon fjölda að hofa tilengum guðu sínum. Nebúkadnesar, hann reisti fyrir drottningu sína hengigarða, glæsilegustu garða þess tíma. Og þannig var Babylon leiðandi þjóð og höfuðborgin Babylon var stórfengleg borg. Nú þegar við förum í vers 6 að þá segir þar: og meðal þeirra voru af Júdamönnum þeir Daniel, Hananja, Mísael og Asarja. Og nöfn í Biblíunni hafa iðulega merkingu og Daniel þýðir Guð réttlætis og dóms eða Guð er mitt réttlæti. Hananja þýðir að drottinn er náðugur við mig. Mísael þýðir ég er líkur Guði. Og Asarja, drottinn er hjálpari minn. Og þessir Hebrear, eftir að hafa farið langan veg frá Jerúsalem til Babylon í útlegð, þeir báru þessi nöfn sem virtust vera í þversögn við þær aðstæður sem þeir voru að upplifa. Og Nebúkadnesar hann hóf heila þvottaferlið með því að gefa þeim önnur nöfn, eins og við lesum hér í framhaldinu. En hirðstjórinn breytti nöfnum þeirra og kallaði Daniel Beltsasar. Og hvað þýðir það? Varmaður dýrgripa Bal. Og hver er þessi fjársjóður Bal? Og það er meðal annars hlutirnir sem stólið var úr helgidómi Ísraelsmanna. Svo nú heitir Daniel Beltsasar, sá er varvitir fjársjóði Bal. Og hver er Guð þinn núna, Daniel?
Jerúsalem í eyðilögð í rústum. Það er annar guð, það er Marduk, og þú munt vera varmaður fjarsjóða Bal. Og síðan er það Hananja, nafn þitt er Sadrak, sem þýðir innblástur sólarinnar. Og Mísjael, þú heitir núna Mesek, þú tilheyrir nú gyðju Saba. Og Asara, nafn þitt er nú Abed-Nego, sem þýðir þjónn, hann er þjónn Nego. Og það sem Nebúkadnesar gerir er að breyta nöfnunum frá því að vísa til hins sanna Guðs yfir í falska guði. En sjáum hér í versi 8, en Daniel einsetti sér að saurga sig ekki af matnum frá konungsborðinni að víni því er konungurinn drakk og beittist þess af hirðstjóra að hann þyrfti ekki að saurga sig. Og hvers vegna vill hann ekki neita matarins? Það eru 3 ástæður. Í fyrsta lagi var þetta kjöt sem hafði verið fórnað skurgoðum. Að neita matarins væri að viðurkenna yfirburði þeirra yfir hinu sanna Guði. Hann myndi ekki gera það. Í öðru lagi var óhreinn matur þar á borðum og hann vildi ekki óhlýðnast Guði. 11. kaflinn í 3. Mósebók talar að neita ekki ýmissa dýraafurða eins og svínakjöt sem vafalaust hefur verið á borðinu. Það hefur verið andstætt vilja Guðs. Og 3. ástæðan er þessi, hann vildi halda líkama sínum heilbrigðum. Í fyrsta lagi myndi hann ekki dýrka heiðna Guði og öðru lagi ekki óhlýðnast Guði og hér í 3. lagi vildi hann halda líkama sínum heilbrigðum. Biblían minnir okkur á að líkaminn er musteri heilags anda, eins og við lesum í 1. Korinthubréfi 6:19. Vitið þér ekki að líkami yðar er musteri heilags anda sem í yður er og þér hafið frá Guði og ekki eruð þér yðar eigin. Og það sem við setjum í hann getur annarkvort saurgað hann eða byggt hann upp. Það getur annarkvort brotið hann niður eða byggt upp. Og svo þarna í versi 20, þér eru verði keyptir, vexa með því Guð með líkamæðar. Hér er mikil áskorun að heiðra Guð með líkama okkar og það sem við borðum hefur mikil áhrif á okkur. Og þú manst hvað Páll segir í Rómarbréfinu 12. Því brýni ég yður bræður að þér vegna miskunnar Guðs bjóði fram sjálfa yður að lifandi heilari Guði þóknanlegri fórn. Það er sönn og rétt Guðs styrkuna yður hendi. Hegðið yður eigi eftir öld þessari heldur takið háttaskipti með endurnýjung hugafarsins svo að þið fáið að reyna hvers ég vilji Guðs, þið góða, fagra og fullkomna. Og það sem Páll er að segja hér, að við eigum að bjóða fram alla veru okkar Guði. Og það er það sem Daniel gerði. Hann einsetti sér, hann ákvað og þannig þurfum við einnig að halda huga okkar af fullri varkárni. Og ef Daniel hefði gert málamiðlun á þessum tímapunkti, hefði Guð ekki getað notað hana með sama hætti í framtíðinni. Og þannig er það í heiminu sem við lifum í. Hann stjórnar djöfullinn stjórnar hugsunum okkar gegnum fjölmiðla og samfélagsmiðla. Og hann vill að við aðlögumst hlutum þessa heims og við þurfum að sporna móti því. Og lítum á vers 9. Og Guð lét Daniel verða náðar og líknar auðið hjá hirðstjóranum, en hirðstjórinn sagði við Daniel, ég er hræddur að minn herra konungurinn sem tiltekið hefur matið yður og drykk, sjái yður fölari í bragði en aðra sveina og yðar aldri og verði þér svo þess valdandi að ég fyrirgjöri lífi mínu við konungin. Og Daniel, hann var ekki árásargjarn eða hrokafullur. Hann kunni að byggja upp tengsl sín við annað fólk. Og hann hafði verið að tala við þennan hirðstjóra og naut góðs álits hjá honum. En hirðstjórinn, hann er hræddur. En Daniel, hann er vitur maður. Og Daniel segir, sjáðu, hvers vegna gerir þetta ekki bara svona? Og í vers 12-13 lesum við, gjör tilraun við oss þjóna þína í 10 daga og lát gefa oss kálmeti að þetta og vatn að drekka. Skoða síðan yfirbragð vort og yfirbragð sveina þeirra er eta við konungsborð og gjör því næst við oss eftir því
sem þér þá lýst á oss. Daníel vildi treysta Guði. Það nú þannig að Biblían leyfir okkur alveg að borða kjöt. Að það segir okkur að eftir flóðið gæti mannkynið borða kjöt, en alls ekki óhreina kjötið. En ef þú vilt besta mögulega mataræðið, borða það eins mikið af ávöxtum, hnettum og korni og grænmeti og mögulegt og farið eftir Eden mataræðinu, eins og maður kallar það oft, ef þú átt kost á því. Vers 14. Og hann veitti þeim bónd þessa og gjörði tilraun við þá í 10 daga. Og hvað gerist í lok 10 daga? Það segir þarna vers 15 og 16. Og á 10 dögum liðnum reyndust þeir fegurri ásýndum og feitari og holdi en allir sveinarnir sem átu við konungsborð. Og eftir það lét tilsjónamaðurinn bera burt matinn og vínið sem að þeim hafi verið ætlað og gaf þeim kálmeti. Þannig heiðruðu þeir Guð og Guð heiðraði þá. Og taktu eftir að 3 sinnum er Guð í aðal hlutverki í Daníel 1. Fyrst er Guð í aðal hlutverki það sem að drottinn gefur Jóakim konung Júda í hendur Nebúkadnesars. En hann hefur áætlun. Og hver er áætlun hans? Að leyfa Hebreánum að fara í útleið til Babylon. Hann myndi vera með þeim að þegar þeir taka ákvörðun að vera honum trúfastir. Og hann myndi leiða þá til að hafa áhrif á alla þjóðina, alla Babylóníu þjóðina. Guð er aftur í aðalhlutverki hér þegar við lesum vers 17, þar sem segir: Og þessum 4 sveinum gaf Guð kunnáttu og skilning á alls konar rit og vísindi, en Daníel kunni og skín á alls konar vitrunum og draumum. Daníel hann fikk sýnir og drauma. Þannig er Guð 3 hér í aðalhlutverki, hér í 1. kaflanum. Og hér eru helstu lexíur kaflans. Í 1. lagi, í hvaða umhverfi sem þú lendir getur þú þjóna Guði. Ef Daníel getur þjóna Guði í Babylon, getur þú þjóna Guði þar sem þú ert. Kannski vinnur þú með mörgum sem ekki trúa, en þú getur þjóna Guði. Þú getur ætlað þér að þjóna Guði í hjarta þínu. Í menningu samtímans sem er eins og Babylon, þú getur haft tilgang í hjarta þínu fyrir náð Guðs og með styrk hans getur þú þjónað honum. Það er 1. lexían. Og í öðru lagi, þegar við tökum ákvörðun að þjóna Guði, blessar hann okkur á ótrúlegan hátt. Guð mun gera meira fyrir líf þitt en þú getur ímyndað þér. Þegar við tökum ákvörðun að þjóna Guði eins og Daníel, þá erum við blessuð. Sjáu hvað gerist í lok kaflans í versi 18. Og liðin var svo tími konungur hafið tiltekið að þá skildi leiða á sinn fund. Þá leiddi hirðstjórinn þá fyrir Babylóníu Nebúkadnesar. Nú þeir eru að mæta í yfirgripsmikið próf hér, þar sem þeir hafa lokið 3 árum við skólan í Babylon. Og hvað gerist í versi 20? Og í öllum hlutum sem viturleik og skilning þurfti við að hafa, og konungur spurði þá reyndust þeir 10 sinnum fremri en allir spásagnamenn og særingamenn í öllu ríki hans. Þannig að þegar við ákveðum í hjarta okkar að þjóna Guði, þá er blessun og náð Guðs yfir lífi okkar. Og Guð opnar dyr tækifæra sem við gætum ekki ímyndað okkur. Og ef Daníel hefði gert málamiðlanir, hefði hann mist af ótrúlegum tækifærum í Babylon. Og Guð hefur eitthvað sérstakt í huga með þitt líf. Guð hefur stórar áætlanir fyrir þig. Guð hefur blessanir fyrir þig sem þú getur ekki ímyndað þér. Og þegar þú tekur ákvörðun í hjarta þínu að þjóna Guði og ekki lifa lífi sjálfselsku eða græðgi eða málamiðlana, heldur lifa lífi tryggðar við Guð, að þá mun hann blessa líf þitt. Sjáðu hvernig kaflinn endar, fá orð en svo öflug. Og Daníel dvaldist þar allt til 1. árs Kýrusar konungs. Og það er Nebúkadnesar sem að rís og fellur hér.
Sonur hans rís og fellur og barnabarn, en Daniel heldur áfram. Þjóðin Babylon er einn daginn sigruð af Persum og hverfur í rykið, en Daniel, hann er enn. Og dag einn mun Babylon þessa heimsrinja, jörðin skjálfa og elding leiftra frá austri til vesturs. Dag einn mun hvert fjall og eyja færast úr stað. Dag einn mun Jesús koma. Hinir dauðu í Kristi munu rísa upp og þeir sem verða á lífi munu sameinast þeim í nýjum líkama til að mæta Kristi í loftinu. Dag einn mun þessi heimur farast og dýrð Guðs taka við. Dag einn mun Kristur skapa nýjan himinn og nýja jörð og við getum lifað með honum að eilífu. Opnaðu hjarta þitt fyrir Guði til að tilbiðja hinn sanna Guð og aldrei gera málamiðlanir. Og Guð mun blessa líf þitt meira en þú getur ímyndað þér. Amen.